Ok, alltaf þegar ég opna dós, þá svona pýrir, eins og það sé alltaf að fara yfir mig. Smakið til fyrsta sinn, Collab Birnir drykkurinn. Oh my god, þetta minnum á Nerds. Ég er nýbúin að borða svona skóaberja Nerds og þetta er alveg svo. Einast okkur ég er að fá með þennan er að því að... Ok, ég fæði með kaffi í morgun, það var geggjað. Svo ætla ég að fá mér annað kaffi svona tvöldið. Það bara var vont. Nei, ok, ég fekk mér kaffi sem var gott. Það kom glerbrot upp í munnin á mér úr glerrörinu. Þú veist, það svona chippaði svona lítið glerbrot og ég tók sopa og ég bara svona fann það og ég bara svona tók lítið glerbrot út mér. Þá gerði ég með annað kaffi og ég veit ekki hvort að hausinn var bara eitthvað traumatized eftir glerbrotið. Það var ekki gott. En ég er ógeðslega þreytt, þannig að ég er að fá með koffíndrykk klukkan 5:30 kvöld. En það er laugardagur og Brynjar er alltaf helgavöktum einu sinni í mánuði. Ég er alveg bara að bíða til að hann komi heim eftir svona hálftíma og þá ætlum við að drífa okkur í IKEA og kaupa aðeins í barnaherbergi hjá Ólífu. Mér langaði bara allt í einu að breyta herberginu hans og mér langar að gera það í kvöld að því ég er ein heima í kvöld. Nágrannarnir á neðri hæðinni voru að flytja út, þannig að það var alltaf lagi að ég er með smá læti. Já, bara fullkomið kvöld til þess að færa smá framkvæmdir, ekki það að ég verði ekkert með læti, en bara svona gott að vita að það er enginn fyrir neðan, skilur eitthvað sofandi í herberginu fyrir neðan þar sem ég er að setja saman hillur eða eitthvað. Okay, senasta vídeó mitt var fyrir 2 helgum og þá var ég að tala baðherbergið, eins og alltaf. Ég er ekki búin að finna smið ennþá, það er ekkert eðlilega erfitt að finna smið í þetta verkefni. En ég fekk smá bara svona, ok, þetta er búið að tefjast alltaf lengi, mér langar að byrja á einhverju í búðinni. Sko, innspóðið mitt helsta var eitthvað svona, þú veist, svona, þessi mynd hérna, að kaupa eitthvað svona hirslu í IKEA, hafa síðan svona borð og eitthvað svona. Svo sendi ég ChatGPT mynd af herberginu Ólífes og þau sendi mér þessa innspóðmynd tilbaka. Þannig Ólífes herbergi lítur sem í svona cirka svona út. Ég bara, já, Brynjar er bara klárar að vinna eftir svona 20 mínútur eða eitthvað og við getum vonandi bara farið í IKEA. Passi betur hana, koma hér. Fengum hérna kónga fjölskyldustæði. Þessi kom með pulsubrauð. Hvað lappar hann svona? Þessi kom með kristall. Þetta er hillan sem að mig langar í, reyndar langar í aðra liti á þessu. Þegar ég var lítil þá horfði ég ógeðslega mikið á Lotta. Ég elskaði Lotta. Þetta er þessu bangsinn sem hún elskaði. Og mig langar ógeðslega að gefa Ólífu. Sjá hvað hann segir. Hvað veist þér þennan? Svín. Viltu fara með svínið heim? Nei. Nei. Ekki heim. Ok, við erum komin eftir heim. Við stoppuðum í Króninni að ég var að kreyfa þetta keks. Það er svo gott. Ég fekk gjöf seinasta sumar af þessu keksi, þú samstarf, og bara borðaði svo mikið af þessu. Svo hef ég ekkert keypt það síðan þá og svo sá ég keks sem að myndi á þetta í IKEA og ég verði að stoppa í Króninni og kaupa það. Ég keypti keks og svo keypti ég í eðlu líka, þannig getur verið að ég hendi í eðlu. Ég vona að þetta sé allt í lagi í sjónarhorn. Það er svo mikið sól. Við keyptum sem sagt þarna stóru hilluna, eða þú veist, hilluna, hirslu hilluna og keypti bara hvíta kassa, 3 stórir og 3 litlir. Keypti svona undir matadiskin hjá Ólífu. Sko þegar ég var lítil þá áttum við ógeðslega mikið af svona í bara svona alls konar shapeum. Þetta er svona, ég veit ekki, og ég man bara, mér fannst svo gaman að hafa þetta undir disnum mínum og ég var alltaf að skoða myndirnar og við vorum alltaf að rífast hver fengi hvað og eitthvað. Þannig, já, ég veit ekki, mér fannst ekki að kynna að kaupa þetta. Svo keyptum við nýja sæng fyrir Ólífu, svona sængurver, svona kanínu sængurver og kottaver og lag og kotta. Þannig að allt fresh á rúmið hans. Lúlli er búinn að vera að sofa í rúmið hans seinustu vikur og það er allt út í kattarhálum, þannig að ég ákvað bara að kaupa fresh. Þetta er stóll sem ég ætla að setja saman svona lítill viðarkollur eða eikar litaður kollur eða eitthvað. Hattarúm fyrir Lúlla, þannig að hann vonandi hægt að sofa í rúmið hans Ólífes. Held seinast að þetta er svona motta, hún er svona svolítið svona hringlaga. Já, svolítið svona hringlaga, bara ljós, mjúk. Ég er mjög spennt að setja þetta allt upp. Ég ætla að reyna að svæfa Ólífu snemma þannig að ég geti farið í þetta sem fyrst.
Gert herbergið hans cute og skipulagt. Ég svo sveitt, ekki bara því ég var að setja það saman. Sólin skein beint, sólin skín svo mikið inn í íbúðun okkar á kvöldin. En þetta það sem var inn í Oliver og svo var hann bara með einhverja körfu hér og eitthvað dót ofan á. Ég er búin að taka það út. Allt dótið hans út allt út af því að ég var að tæma þetta og breyta hans til. Sko rúmið hans, ég hefði að taka before áður en ég gerði það, en rúmið hans sneri sem sagt svona, þú veist, svona. Þannig ég er búin að færa það hinga þannig að snýr svona. Þannig að þetta before og allt út í drasli. Og núna, já, núna ætla ég bara að fara að raða öllu inn. Svo fallegt úti akkurat núna. Og Óli var bara að sofna, klukkan sko að ganga 11. Ég var að opna mottuna. Þetta er bara svona loðin motta. Ég er ógeðslega ánægð með stærðina. Hún er svona fullkomin einhvern veginn barnaherbergja motta. Hún er alltaf smá beyglu, það þarf að vera eitthvað svona á henni. Stendur hérna sko að maður er að hafa þungt í 72 klukktíma, kannski ekki alveg. Ef að opna nýja rúmið þitt. Næst ég er búin að gleyma kattarúminu. Þetta er sko vacuum sealed. Ég veit ekki hvernig var að opna þetta. Ok, váfindið. Strax svo ég gerði gata pókan þá bara svona byrjaði að blása út. Sjáðu Lúli! Herðu, cute. Þetta er nýja rúmið þitt. Sjá. Og sjáðu hvað þetta er cozy. Sjáðu. Hann nefnilega byrjaði sko að leggja sig í sundlaugin hans Ólivers, tænisundlaugur. Þannig ég veit að fílar svona shape. Oh boy. Næja, þú verður bara að fara og nýta sjálfur. At your own time. Ég ætla að reyna að ná blett af gólfinu hans Ólivers með svona hreinsuðu bensíni. Þetta er límmiði og þetta er held ég bara ís sem hún var að sulla. Ég ætla að reyna að ná límmiði á honum með þessu. Ég var sko búin að gleyma þessu triksi þangað til að Natalía gerði eitthvað TikTok það. Úff, lyktin! Ég man ekki alveg hvort að maður átt að hvernig maður átt að gera þetta, hvort maður átt að láta þetta liggja á blettinum í smá stund. Ég man bara þegar ég og Brynja vorum að leigja íbúð einsunni þá klíndist tyggjó í sófan og ég bara reyndi svo mikið að ná því. Og svo þegar við vorum að fara að skila íbúðina af okkur þá var ég bara, oh my god, hvað ég gera? Ég er ekki að volga að vera í nýjan sófa sko. Þá var mér bent á þetta. Þetta bara nær öllu svona lími og þetta er bara að koma af. Þá þarf ég bara að þrífa dýnun hans. Lúli er bara búin að taka yfir rúmið hans Ólivers og Ólivers hefur alltaf inn í okkur. Ég ákvað að sængin hans væri lost cause því ég nenni ekki að setja sæng full af kattarhárum í þvottavél og fá bara hár í alla vélina. Láta hann byrja að sofa aftur í herberginu sínu. Hann var alveg orðinn fínn með það. Hann sofnaði, í sínu herbergi og kom yfirleitt yfir til okkar kannski, svona undir morgun. En hann svaf yfirleitt bara alla nóttina í herberginu sínu. Það var bara svona nýtt herbergi, fresh start. Gera rúmið hans cozy. Það klára þetta, búum rúmið hans og svo ætla ég að gefa ykkur the big reveal. Ok, reveal time. Ok, sætu myndirnar bara hér. Ég ákvað að hafa bókahilluna bara ennþá. Þetta er gamli staðarinn, ég sett hana aftur tilbaka. Ég er ógeðslega ánægð með þetta. Mér finnst þetta mjög cute.
Mér líka ástæðan okkur vildi að hafa koll er af því þá getur maður ítt honum svona undir og tekið minna pláss. Þannig að þetta lítur svona út. Þetta er svo þægilegt, nú eru bara öll dótið bara í flokkað. Nýja sengufötin. Er þetta ekki bara cute? Veist þetta að vera svo fínt? Það er spurning hvort að maður setja eitthvað á þennan vegg eða hafa eitthvað hér eða hvort að maður eigi bara að hafa bókahilluna. Veit ég, mér líður svo vanti kannski, þú veist, kannski spegil eða eitthvað. Gæti verið cute að hafa spegil út af, já, ég vil ekki skemma fjöllin þannig að annars væri flott að hafa spegil hér. Kannski væri cute að vera með spegil hér. Gardínur, þannig að vantar almennilega gardínu inn í herbergið hans. Annars er ég ógeðslega glöð að vera bara ná að gera þetta allt í kvöld og já, ég er ógeðslega spennt líka að hann vakni og fara að leika sér þarna á morgun. Hins vegar er allt í drasli hér, klukkan er 23:10. Mér langar svo að ná frá æfingu á morgun út af ég fór ekki í dag, ég ætlaði að fara plani í dag var að vakna 6 og fara í Ögurhvarf af því þar er 24/7 gym. Ég ætlaði þú veist að vakna 6 og vera bara mætt 7 og taka æfingu 7 til 8 án að Brynja fari að vinna. Og svo sofnaði ég bara ógeðslega seint og ég var bara dauð í morgun þannig ég fór ekki æfingu í dag. En hann er að byrja aðeins seinna á morgun. Ég gæti farið þá aðeins seinna og farið kannski bara að sofa bráðum. Þá myndi ég alveg með eitthvað. Kannski í versta falli fer ég út að hlaupa. Af því mér finnst ógeðslega næs að taka early morning run í góðu veðri og það er sól og spá á morgun. Þannig já, ég ætla að skella einhverjum þætti í eyrað og taka smá clean á íbúðinu áður en ég fer að sofa. Þannig að sjáumst í fyrramálið. Ég var bara komin úr sturtu og vorum að klára að borða morgun/hádegismat. Þriggjavatn. Hvað þýðir það? Þriggjavatn. Já, veistu 3 ára, já. Mamma 27. Mamma 27, pappi. Pabbi 28. Já. Klukkan er að vera 11:30 og ég er komin í hlaupafitt. Sólaverð. Af því að það er actually mjög gott veður. Við ætlum að hlaupa í bláum möttastupsum, bláum möttaból. Veit eiginlega ekki hversu kalt er, hvort það sé nóg að hlaupa í ból. Sofnaði aftur mjög seint í gær, þannig að ég meikar ekki að vakna snemma í morgun, þannig að pappa ætlar að passa Oliver. Þannig ég ná aðeins að hreyfa mig. Kannski smá kalt. Ég er að pæla að hlaupa í langarmannból. Verulega stað, geggjaveður, 1 kilometri kominn. 2 kilometrar, 3 kilometrar. 4 kilometrar. Og ég ætla að taka smá lyftingaæfingu núna. Ég er búin að setja saman smá svona vott, inspirað af World Fit æfingu gærdagsins sem ég komst ekki á. Ok, klukkan er 3. Ég er með kaffi, melónur og hvaða ógeðslega góða dæmi er þetta. Þetta eru smákökuklattar með hvít súkkulaði. Ég hélt sko að ég hefði keypt svona hnetur með eitthvað svona súkkulaði og ætlaði bara svona að eiga þetta, langaði samt ekkert í þetta. Smakkaði þetta og þá var þetta bara eitthvað smáköku, ógeðslega gott hvít súkkulaði dæmi. Mæli með frá Hamingja. Já, ég sem sagt er að mála mig. Af því við erum að fara í barnaafmæli
á eftir. Það datt í hug allt í einu hvort ég ætti að gera svona Q&A. Ég spurði ykkur sko í september á Instagram spurningar. Því ég ætlaði alltaf að gera Q&A, svo bara hefði ég ekkert gert það. Þannig ég spákst ég að svara, kíkja á þær og svara ykkur meðan ég klára að mála mér. Byrjum á einni basic, uppáhaldsmatur og litur. Uppáhaldsmaturinn minn pizza. Ég bara gæti borðað pizza alla daga. Margarita always. Ég held að uppáhaldsliturinn minn sé bleikur. Mér finnst hann svona fallegastur. Uppáhalds make-up step. Ég ekkert að gera make-up, þannig að relevant. Nýlega ég búin að vera að elska bara að bretta mér augnhárin og setja þetta. Þetta augabrúna og augnhára gel sem að Natalia lét mig fá. Þetta bara heldur þeim bröttum og þau svona þykkjast aðeins, þannig að það eins og ég sé með, ég veit ekki, bara svona glæran ljósa maskara, glæran maskara eitthvað. En fyrir utan það þá það allt svona bronzing tengt, bronzing drops, sólapúður, eitthvað svona hannig. Hvað ertu gömul? Eins og Oliver sagði áðan í myndbandinu, þá ég 27 ára, ég verð 28 ára í júlí. Ég svo forvitin hvað fólk heldur ég sé gömul sem að þekki mig ekki neitt, þess að fólk sem bara sé myndbandið mín á TikTok. Þú veist, lít ég út fyrir að vera bara 27 ára, lít ég út fyrir að vera yngri eða eldri, 27 ára í alla mánuði viðbót. Hvernig myndavélin og hvað hún kostaði, það að tala sem ég að taka upp núna. Þetta stendur hérna Sony. Ok, ég skal bara setja hérna mynd hér. Hún heitir eitthvað Sony ZV eitthvað. Þetta svona vloggkamera sem ógeðslega vinsæl fyrir svona vlogg. Ég fekk hana í jólagjöf fyrir 2 árum. Þá var hún afslætt á Amazon og kostaði cirka 100.000, minnum mig, 120 kannski, 100. Já, ég veit ekki hvað hún kostar í Íslandi eða hvort hún selst, en mér finnst hún mjög góð. Hún tekur líka alveg flotta myndir, ég samt ekkert mikið verið að nota hana fyrir það. Hvernig kynntust þið Brynjar? Þessi svolítið skemmtileg. Við Brynjar kynntumst bara á Facebook þegar við vorum í 10. bekk. Það addaði mér á Facebook og áttum ógeðslega mikið að sameiginlegum vinum og fórum að spjalla. Hittumst held ég 3 vorum eitthvað að tala saman svona eitthvað. Síðan beilaði hann á mig en vildi síðan sendi mér svo mánuði seinna hvort ég vildi byrja að date hann aftur eða hitta hann aftur. Þá sagði ég nei og síðan töluðum við ekki saman bara, ég rakst ekki einu svona á hann í mörg ár þóttu við áttum fullt af sameiginlegum vinum sko. Svo í COVID þá var vinkona mín að fara að halda upp afmæli sitt, bara svaka afmælispartí. Og nokkrum dögum fyrir partíið þá komu reglur fjöldatakmarkanir, nýbylgja. Þannig að hún þurfti að breyta partíinu í bara spilakvöld og ég fór og við vorum á spilakvöldi og ég og hún endiðum í svona smá eftirpartí heima hjá Brynjari sem varð síðan heimili mitt, það var svona hundafælgi. Svo við fórum heim til Brynjars að hitta hann og einhverja og já, og Brynjar byrjuðum bara að deyta eftir það og hún byrjuð saman svona mánuði setna og ég var flutt inn svona 2 mánuði setna og svo var ég orðin ólétt árið setna. Mér finnst svo crazy að hugsa út í svona hvað oft þarf lítið til að lífið færi ykkur aðra átt. Þú veist, ef til dæmis COVID-bylgjan hefði ekki komið þarna, það hefði bara verið venjulegt partí og ég hefði aldrei endað að fara að hitta hann. Og líka bara, þú veist, við þetta kvöld, þú veist, hvað það þurfti ákveðnir hlutir að gerast til þess að við myndum enda þarna og, þú veist, ég veit ekki, mér finnst bara svo, finnst það smá creepy bara að hugsa út í, þú veist, hvað ef þetta hefði ekki, þú veist, gerst, það hefði þetta aldrei gerst. En já, þannig gerist það. Deytum í 10. bekk og byrjuðum svo aftur að deyta þegar við vorum 23 ára eða eitthvað. Við erum að verða 5 ára bráðum. Morgunrútína. Ekki það ég sýni ógeðslega mikið af morgunrútínunum mínum á TikTok. Morgunrútína mín nýlega. Þá ég að vakna svona 7. Reynir svona að vekja Oliver rétt yfir 7. Stundum sofum við aðeins lengur. Yfirleitt vakna svona 20 mínútur áður en ég vek Oliver og byrja þá að fá mér engifer og turmeric-skot og boost og electrolytes og vítamín og allt svoleiðis. Fyrir svo kvoti hann yfirleitt frekar erfiður að vakna, hann alltaf svolítið þreyttur á mótnana.
En svo bara, já, vek ég hann og byrja að græja hann fyrir leikskólan og bara svona einhvern veginn á saman tíma að græja mig, skincare og taka nesti og aukaföt fyrir gymmið. Fer ég alltaf á æfingu svona 8:30 leitið. Fer öll til sturtu í gymminu og svo bara byrja ég daginn. Svo fekk ég mjög mikilvæga spurningu frá ónefndum aðila: er mokað inn í gegnum YouTube? Þú fær ekki borga á YouTube þegar þú færð 1000 followers, þá byrjar að fá, þú veist, örugglega bara eitthvað klink, en þá byrjar að borga. Og mér langar svo að ná 1000 followers. Þannig að ef þú ert að horfa á þetta vídeo og þú ert ekki subscribe, en horfið samt á vídeoin mínu fyrstu skemmtileg, þannig að please að henda í subscribe. Ferðir sem þú hefur farið í og taka eina fyndna sögu úr hverri með myndum. Ég finnst til að hugsa þessa aðeins. Þessi spurningar frá Natalíu, þannig að ég er strax bara að hugsa ferðir sem ég og hún hefur farið í. Við hefum farið í ekkert eðla margar ferðir saman. Ekki fyndin saga, meira svona traumatizing saga, og ég hef gert einhvern tímann vídeo á TikTok þessa sögu í svona öðru sig, Já, Natalia fórum til Ítalíu einu sinni. Og ég var í skiptinám á Ítalíu þegar ég var yngri. Þannig ég á vini þar og við vorum að heimsækja sem sagt vini mína þar. Og svo klukkan alveg orðin frekar margt og við vorum að flug eitthvað annað á Ítalíu næsta dag. Vorum í Mílan og strákarnir, vini mínir, labba með okkur á lestarstöðuna og útskýra fyrir okkur: já, þau þurfa fyrir þessa lest og síðan þennan strætó og þá eru þau komin. Og við bara, ok, einhvern veginn endi við að fara út vitlaust og erum bara komnar út í raskat, bara draugagata bara miðjanótt í Mílan. Enginn þarna, og það var sko, við fórum þarna út og svo fór einhver ógeðslega creepy gæi út líka með okkur. Og næsti strætó á ekki að koma fyrir en bara klukkan 6 morgunin eða eitthvað. Þetta var bara seinasta strætóstoppið fyrir nóttina. Og við stoppum hjá einhverju svona kasínó sem var opið. Þetta var búinlega eina í bara margra kilometra fjarlægur sem var opið. Það var eitthvað kasínó. Og það var eitthvað dyraverður í hurðinni og við fyrir eitthvað að spjalla við hann, eitthvað: getur hringt á taxa fyrir okkur og eitthvað lalla. Og hann hringir á taxa og taxi vill ekki koma af því að við erum bókstaflega vonum bara greinilega einhvers staðar í raskati sem engin taxar er að keyra. Þess að vinir mínir ítölsku hringdu líka og voru að reyna að fá taxa og bara taxi vildi ekki koma og við vorum bara að panika af því að við áttum flug og þú veist, við bara vorum þarna miðjanótt. Og sko, dyraverðurinn bauðst til þess að skuttla okkur heim eftir vaktina sína sem hefði verið, þú veist, við hefðum þurft að bíða eftir í svona 2 tíma, þú veist, já, og bara beðið út á götu bókstaflega. Og vorum ekki búin að pakka fyrir flugið og það var bara geðveikt mikið chaos. Síðan kemur creepy gæinn aftur, hann kemur tilbaka, hann greinilega var að fylgjast með okkur eitthvað að ströggla hana. Hann kemur og hann byrjar að reyna að sannfæra okkur að taka far hjá sér og vini sínum. Hann er eitthvað, vinur minn er að klára vinna en rétt hjá, labbið með mér og við skulum skuttla ykkur heim. Við vorum alveg hvað í liði, en hann var ógeðslega creepy og bara þetta var alltaf eitthvað svo shady hjá honum. Hann var búin að bíða þarna eitthvað að lurka í kringum okkur. Dyravörðurinn var bara eitthvað: don't do it. En þetta endaði basically þannig að við bara fórum í svolítið svona ok, fuck it mode og allir bílar sem að keyrðu framhjá stoppuðu við og reyndum að húka far og endanum náðum við að húka far hjá einhverjum kalli, borguðum honum eitthvað smá fyrir það. Við erum bara heppnar að hann hafi ekki verið einhver psycho killer og við komumst endanum upp á hótel og komumst í flugið okkar. Ekki fyndin saga, meira svona ekki vera stupid og ég veit ekki hvað það mátti gera, en húka fari er samt aldrei sniðugt. Ég var held ég búin að screenshota einhverjar frá TikTok líka, en ég er búin að týna þeim þá. Ég þarf bara að hafa eitthvað Q&A setna og spyrja ykkur aftur spurningar. Þetta svolítið gamla spurningar. Q&A búið og make-up semi búið. Ertu afmælisfít? Það er að sækja Brynjar í vinnuna. Hver er kominn? Þetta eru my packing skills. Blöður fekk blöðru. Má sjá blöðruna? Sís. Ég ætla að byrja að vera típan sem að kaupir afmæliskort. Ég grif alltaf bara á pakkan með penna. Nú erum við fancy. Klukkan er að ganga 10 kvöld og ég reyndi þetta. Lúli svo hér, hann vill ekki fara í rúmið sitt. Ég vonast til að hann gera það samt.
með tímanum lúkst aldrei eitt. Ólefur var alveg erfiður að sofna. Og maður verður alltaf bugur þegar maður lengi að svæfa. Ég var eitthvað íhuga hvort ég ætti að vlogga morgundaginn út af það ég er frídagur á morgun. Og ég sá, mér langar svo að fara í Jysk á morgun og kaupa svona koll eða skemil eða hvað sem þetta heitir. Skemil með geymslu sem að mattsar þá teppið í olíusherbyggi. Og við hefum haft það svona hliðin á rúminu hans sem svona bæði náttborð og svona sem við getum setið á til að svæfa hann og svona. Þannig, já. En ég hugsa ef ég vlogga morgundaginn þá tek ég bara TikTok. Við erum búin að ákveða að byrja á herbergisframkvæmdum á þriðjudaginn. Bara byrja sjálf og ég er búin að fá eitthvað svar frá einhverjum smiði þannig að þetta verður kannski busy week. Og ég reyna að taka ykkur þá með mér í það. Annars bara takk fyrir að horfa. Like ef ykkur fannst þetta skemmtilegt. Við sjáumst næst.